Í verkefni 3B þá ætla ég að tengja svo kallað sjálfheldu. Þið skiljið eftir stuttastund hvað það er. Ég ætla að bæta við hérna einu tengi, sjá ég er búinn að festa tengið hitt hérna. Smellum þeim hérna saman hlið við hlið. Eitt svona tvöfaldan gaffal. Stinga honum alla leið niður. Og ég ætla að tengja hérna tengipunkt nummer 11, K1. Þetta er segulið K1 og tengipunktur nummer 11 er hvíti. Hérna er ég með hvítan vír í stíl. Tengi hann hérðan og hvað? Hvert á hann að fara? Hann á að fara á sama stað og 2 og 3 í hnappabóksinu eru tengdir saman. Sem sagt hingað, annarkvort hér eða hér. Svona. Síðan á að tengja hérna úr 14 K1. 14 K1 er appelsínugulur. Hérna, fyrsti appelsínugulli. Hér sem sagt. Hérna. Og 14 á að tengjast hvert. Hann á að tengjast á sama stað og 4 og A1 eru. 4 og A1. Það er sem sagt hér. Og þarna lendum við í smá vandræðum aftur. Og þurfum eitthvað að búa. Við þurfum að fjölga hérna tengipunktunum. Og í þetta skiptið þá ætlum ég bara að taka hérna einn úr. Svona. Tengja þennan appelsínugula bara hér og síðan tengi ég þessa tvo hérna bara saman. Þessa tvo kupa hérna, svona. Setti samband og þá get ég prófað. Svo, og ljósið festist inni. Það er vegna þess að þessi snerta hér er inni í þessum hér. Þannig að þegar ég set rafmagn á, þegar ég ýti á þennan takka hérna, þá lokast hér, rafmagnið fer hér í gegn, kemur rafmagn og seguleðan, þessi snerta lokast hérna, svona. Þá kemst rafmagnið þessa leið hérna og þegar ég sleppi þessum græna hnappi aftur hér, þá heldur seguleiðin sjálfum sér í gangi. En ef ég ýti á stoppknappinn, sem er þessi hér, kannski bara snúi þessu við, svo þetta snúi eins og á tekníkunni, svona, og slöknar. Kveikja, slökkva. Kveikja, slökkva. Þetta er sjálfhelda, það er að segja seguleiðin heldur sjálfum sér inni, þetta er mikið notað og alveg nauðsynlegt að skilja hvernig virkar.